Komiði sæl. Til þessa höfðu Babin, Baha'u'lláh og fylgjendur þeirra hlýtt lögum Kóransins. Þið vitið að þegar guðlegur kennari eða spámaður kemur til okkar, skilur hann eftir leiðbeiningar eða lög í bók sem við eigum að fara eftir. Lög Muhammads eru skráð í Kóraninum. Eftir fjöldamörg ár kemur að því að það þarf að breyta sumum lögunum í þessum bókum, af því að fólkið er orðið vitrara og þarf ekki lengur á þeim að halda. Þá sendir Guð annan kennara til að setja ný lög. Á þeim dögum sem þetta gerðist var komin tími til að breyta sumum lögunum. Þeirra var ekki lengur þörf. Nú fáið þið að heyra hvernig einum gömlum sið var breytt. Þið munið að Tahiri bjó á heimili Baha'u'lláh, en eftir dálítinn tíma ákvað hann að senda hana til annarar borgar. Þetta var ekki auðvelt í framkvæmd, vegna þess að borgarhlíðanna var vandlega gætt. Konum var ekki leyft að fara burt án skriflegs leyfis. En þótt undarlegt kunni að virðast, stöðvuðu verðirnir ekki Tahiri og þá sem með henni voru. Þeir spurðu ekki einu sinni hvert þau væri að fara. Og þetta sýnir hverju vilji Baha'u'lláh var færum að koma til leiðar. Fáeinum dögum síðar fór Baha'u'lláh einnig burt úr borginni og ferðaðist til sama staðar. Skömmu síðar mættu þau Kudusi sem var komin til að bjóða Baha'u'lláh velkominn. Allt fólkið í nágrenninu var í miklu uppnámi vegna nærveru Baha'u'lláh og Kudusar. Sumir voru svo hamingjusamir að þeir voru reiðubúnir að gera hvað sem var fyrir þá. Aðrir voru fullir haturs í þeirra garð og langaði til að gera þeim mein. Þannig er það alltaf þegar spámenn Guðs koma. Annað hvort elskar fólk þá mjög heitt eða það óttast þá og langar að gera þeim mein. Það fer eftir því hvað býr í hjörtum þess. Ef hjörtun eru hrein og góð, elska það þá, en ef þau eru full af illsku, vill það ekki hlusta á þá. Nú, þetta var í byrjun sumars. Baha'u'lláh tók á leigu 3 garða, einn fyrir Tahiri, einn fyrir Kudus og einn fyrir sig. Þegar vinir þeirra fréttu þetta, komu þeir til að vera hjá þeim. Loks voru 81 átrúandi þar saman komin. Allir voru gestir Baha'u'lláh. Dag einn, þegar vinirnir sátu saman, kom sendimaður frá Tahiri. Hann flutti þau skilaboð að Tahiri vildi að Kudus kæmi til sín. Það sem Kudus vildi ekki yfirgefa Baha'u'lláh, hafnaði hann boð hennar. Aftur kom sendimaðurinn með sömu skilaboðin. Hún krefst þess að þú heimsæki sig, sagði hann. Ef þú þráast við, kemur hún sjálf til þín. Kudus var í þann veginn að neita á nýjan leik. Þegar Tahiri birtist skyndilega í tjaldinu. Öllum til mikillar undrunar var hún blæjulaus. Við getum varla gert okkur í hugalund hve hneykslaðir þeir voru, því að konur höfðu alltaf haft blæju fyrir andlitinu þegar þær voru að heiman. Sumir héldu að Tahiri hlyti að vera mjög slæm kona fyrst hún gerði þetta og hefðu ætt út ef Baha'u'lláh hefði ekki stöðvað þá. Hann talaði róandi orð til þeirra og bað þá að stilla sig og vera ánægða. Orð hans sefuðu þá. Tahiri var svo vissum að hún væri að gera rétt að andlit hennar ljómaði af fögnuði. Sagan segir að hún hafi hrópað:
Ég þytur básúnunnar, ég kall herlúðursins, ég vildi vekja sofandi sálir. Þegar hún talaði við þá, líktust orð hennar svo orðum kóransins að allir undruðust og fylltust miklum fögnuði. Við þetta tækifæri gaf Baha'u'lláh henni nafnið Tahirih, sem þýðir hinn hreina. Upp frá þessum degi breyttust líf og siðir fylgismanna Babsins á margan hátt. Þeir vissu að gamla skipulagið eða gömlu aðferðirnar voru liðnar undir lok. Nýja skipulagið eða nýji dagurinn var genginn í garð. Þegar Babíarnir yfirgáfu samkomustaðinn, ferðuðust Qudús og Tahirih í sama hóta sem nokkurs konar vagn.